Já, Hjörtur, það hörkuleikur á morgun og andstæðingarnir gerast alltaf betri Frakkar. Hvernig leggst þetta í ykkur? Bara ljómandi vel. Við erum búin að hafa góðar æfingar saman fram að þessu og bara spenntir fyrir komandi verkefni. Gott sjálfstraust í liðinu eftir góða byrjun gegn Makedóníu? Klálega, frábær byrjun sem að strákarnir lögðu svolítið grunninn að þessu og núna komum við bara fullir sjálfstraust inn í þennan leik og við ætlum að ná okkur í góð úrslit. Já, náttúrulega magnaði leikmenn í þessu franska liði, stórstjörnur sem eru nú fleiri en í mörgum A-landsliðum, þið eru brattir. Já, það er engin ástæða til annars. Strákarnir í A-landsliðinu eru búin að sýna það líka og margir hverja eins og ég sjálfur er komin með 3 leiki á móti Frökkum og ég hef ekki enn tapað, þannig að við höldum því rekordi. Já, nákvæmlega, það er ágætis statistík. Heldur betur, það er engin ástæða til þess að hræddi við þessa stráka. Við höfum spilað við það áður og höfum ekki tapað enn. Við ætlum að halda því áfram og jafnvel gera enn betur en við höfum gert hingað til. Akkurat, og náttúrulega að sjá svona ótrúlega stund eins og A-landsliðið leggja Holland í gær, það lítur að gefa mönnum svona ekstra kick. Heldur betur, þetta sýnir, þetta er allt mögulegt og leikurinn byrjar jafn og við sjáum til þess að enda öðruvísi okkur í hag. Nákvæmlega, hvernig annars nýr Íslendingur komið til PSV, Albert Guðmundsson, hvernig að fá íslenskt andlit í liði? Það er gaman, það er fínt í klefanum að geta tala á sín eigin tungumáli og svona og hann er flottur strákur Albert, gaman að honum og hann er að bara koma sér ágætlega fyrir, gaman að því. Nákvæmlega, og hvernig er annars heilsan? Þú varst náttúrulega lentur í leiðilegum meiðslum og ert alveg kominn sterkur? Ég er allir komin tilbaka, ég er búinn að æfa núna í 2 mánaða kappi og hef komið með nokkra leiki í lappinar en ekki komið með ennþá með 90 mínúturnar og við stefnum kannski að því að ná því hérna en ég er eins og ég segi toppstandi og líður vel.